Þetta Skoda Enyaq og hann kallar 85X þessi. Þetta 4-hjóladrifinn bíl og það sitthvað öðruvísi í þessum bíl heldur en systkinunum hans eins og Volkswagen og Audi. En hann stendur algjörlega fyrir sínu þessi bíl. Hann hefur fengið smá upphalningu hérna að framan. Hann var alveg ágætur en hann mun flottari svona finnst mér. Hérna komið svona ljósastygga hérna yfir. Hérna erum við með svona lofthúður sem að hleypa loft í gegn til þess að minnka loftmóðstöðuna. Framljósin á honum eru alveg meira átta flott hérna. Maður sér þau alla. Svo eru hérna stefnuljós hérna og hérna megin. Að sjálfsögðu, þau eru ekki bara öðru megin sko. Já, það mjög flott í honum innréttingin hérna. Hérna höfum við svona tauefni hérna sem að mjúkt, með mjúku hérna innan í. Hérna síðan þessi heimaskjár. Það mjög flottur hérna mælaborðsskjár hérna á bakvið. Virkilega huggulegur og ekki neitt að trufla mann við aksturinn. Þessi bíll hann kemur í selection útgáfu og hann kemur líka í millitýpan á honum style útgáfa og svo þetta að fá hann sportline og það mismunandi hvernig útbúnaður í bílunum. Þessi hérna með toysætum, mjög huggulegur og svo þetta að fá ákveðna típu af innréttingum í hina bílunum eins og loftinnréttingu eða sportinnréttingu og þá eru komið leðursæti með randsaumuðum hérna svona köntum á sætunum, virkilega flott. Skoti að gera hlutina mjög flott. Stýrið með svona tökkum hérna sikur megin sem mjög gott að eiga við. Ég held ég verið að segja að mér líkar betur í rauninni að fikta í þessum tökkum heldur en til dæmis í ID4 og ID5. Það hérna sem það gerist, maður setur straum á hana bíl. Það náttúrulega ekki hægt að komast á honum öðruvísi, maður setur ekki bensín á hann. Þetta rafmagnsbíl. Hérna erum við með CC2 tengi. Það hægt að hlaða hann upp í 135 kWh á klukkustund hérna inn á. Ef maður með heimahleðslu þá tekur hann það bara hér inn. Þá erum við að tala 11 kWh á klukkustund. Þá á hann að fara alltaf eitthvað í kringum 540 km. Við prófum alltaf hvernig að setjast aftur í alla bíla. Það smá stund að hugsa hvað ég ætti að taka í hérna. Hérna hátalarar, það svaka hljómkerfi í þessum bíl. Sætin eru virkilega huggulega hönnuð hérna með svona sætisvösum hérna. Hérna í 2 USB-C. Það hægt að stilla miðstöðuna hérna fyrir þá sem sitta aftur í, hækka og lækka. Nú síðan bara þræl gott að sitta hérna. Sætin þau halda bara mjög vel hérna undir hnésbæturnar. Maður að sita nokkuð beitt hérna með fæturnar. Nú ef þú tekur, við skulum bara gera þetta einfalt, að ef þú tekur hérna, hefur hann í 80% þá hann að fara ykkur á 420 eða 410 eitthvað svoleiðis. Svo getur þú dregið frá því kannski 20%, 20-30% og þá ertu komin í raunverulega drægni bílsins sem kannski ykkur staðar í kringum 350 km að sumri til en eitthvað styttra að vetri til. En það bara eins með alla rafbíla. Við hlöðum það ekki upp í 100% yfirleitt. Við erum að keyra þetta í 80-90% og við erum að lenda í því að keyra bílinn hér á Íslandi þar sem það frekar kalt veðurfar. Töpum við náttúrulega líka smá rafmagni. Höfuðpúðinn getur haldið hérna mjög vel við. Það bara fullt úr stiga hér. Isofix hérna. Það sérstaklega gott að sitta hérna í sætunum. Hérna síðan miðjupúðið, það að opna í gegn hérna. Það að opna alla leið. Sem sagt, ef við erum að flytja ykkur og svona langa og mjóa hluti. Og síðan glasaldari hérna. Fjöðrunin í þessum bíl afar skemmtileg og ég veit að í Sportline bílum að þá hægt að fá svona aðlögunarhæfa fjöðrun. Þú getur svo stillt hana svona aðeins mismunandi eftir hvaða vegiyfirborðið þú ert að aka á. Það gefur bílnum miklu fjölbreyttari akstursmöguleika og þú fær betri akstursupplifun eftir því hvar þú ert að keyra. Mér finnst stýrið á honum mjög þægilegt. Það vel bólstrað þetta stýri. Það sé hann hægt að fá leðurstýra á dýrari típunum en allavega mjög gott að halda stýrið. Það í ákaflega þægilegri hæð eins og ég með það stillt hér.
Nú svo hægt að hækka og lækka það og draga það að þér og ýta því frá þér. Það er ekkert að segja að útlitið hafi breyst mikið á Enyaq bílnum hérna, en það þurfti þess ekkert. Hann stenst alveg tímans tönn, hann er mjög flottur og hefur alltaf verið það. Þessar felgur hérna, mjög huggulega, þær eru svolítið vel lokaðar. Hann kemur á 19 tommu og það er síðan hægt að fá alveg upp í 21 tommu felgu á þessa bíla. Nú hérna er rafdrifinn skottleri sem er að mínum mati ómissandi, mér finnst það alveg frábært. Það er Simply Clever hérna, dæmið frá Skoda hérna, nýtur sín hér. Það er hægt að taka niður sætin hérna og með þessum takka hér og hérna megin. Fín lýsing hérna, það er 12 volta tengi hérna og hér undir er síðan alveg flenni geymsla. Þetta er eins og blómapottur bara. Cruise-kontrollið er hérna upp á gamla mátan í armi hérna undir stefnuljósunum og ljósastikkunni. Bara frábært, það er þá bara eins og það hefur verið. Mörgum öðrum bílum er þetta bara takkar sem þú ýtir á til þess að fara sér stystu leiðin að því að koma honum í eða nota skynvata hraðastillirinn. Við eigum að nota hann vegna þess að til dæmis í þessum bíl er svona stop and go kerfi sem þýðir að þú getur ekið bílnum og stöðvað hann alveg fyrir fram að næsta bíl og svo rétt ýtir á orkugjöfina til þess að koma honum á stað aftur og þá fylgir hann næsta bíl alltaf með ákveðnu millibili og hann sparar á þessu orku. Við erum að nota minna rafmagn, til dæmis ef við ökum svona bíl á milli Keflavíkur og Reykjavíkur út á flugvelli eða eitthvað, þá erum við að nota minni orku heldur en ef við erum að pína löppina sjálf á orkugjöfina. Já, ég tók eftir því þegar ég settist undir stýrið áðan að maður setur á sig öryggisbeltið, maður þarf ekki að vera að stilla það er sjálfvirkt. Það tosar í hérna á móti og stillir beltið alveg svo að vera á manni. Það er sem sagt rafdrifið, virkilega þægilegt. Og að keyra hann hérna í miðbænum, þar sem við erum með þröngar götur og lítil stæði, þá þarf maður að vera varkár eins og alltaf. En ef við til dæmis ég ætla að taka dæmi hérna, ég ætla að bakka honum inn í þetta stæði hérna, sjáu þið hérna, stoppa hér, ég set hann í reverse hérna og ég ætla að koma honum inn í þetta stæði, ég hef no pláss. En það sem ég er að tala um hérna og vil minnast á að þegar maður er á svona bíl með svona risastóra felgur, þá þarf maður að passa sig alveg gríðarlega á því að felgurnar rekist ekki í kantinn sem maður er að leggja við. Og ég sé þetta mjög vel hérna. Ég er ekki að reka felgurnar í kantinn hérna. Svo er ég með bakkmyndavél hérna sem að segja mér, ekki nóg með það, mér finnst bíllinn vera langt í burtu þarna sem að ég er að bakka, en hann sýnir mér nákvæmlega hvað ég er komin nálægt hérna, sjáðu þið. Bottið á honum er 585 lítrar og ef maður leggur þau niður þá áttu komin upp í 1700 og eitthvað lítra. Allavega flenni gott pláss í þessu og það er gott að hlaða þennan bíl. Gólfið er slétt hérna við sem er alltaf miklu þægilegra þegar maður er að hlaða ykkur inn í bíl. Meira á að raka þessu. Hérna erum við aðeins að gefa í. Það eru reyndar 2 mótorar hérna í þessum bíl, annar er að framan og hinn að aftan sem að gefa samtals 286 hestöfl sem er bara mjög prýðilegt fyrir þessa stærða bíl. Svona elegant myndi ég segja. Hérna eru takkar sem að maður getur smellt á til þess að stytta sér leið. Ég verð að segja eins og er að mér finnst hérna solid að finna hérna að maður getur ýtt á takkan og hérna er flott view hérna á mælaborðinu fyrir útvarpið, hvað hann er að komast og svo síminn hérna líka og svo erum við með svona leiðsögukerfi líka. Rafhlaðan í þessu bíl, hún er að gefa 77 kWh. Hérna erum við með pláss fyrir 2 síma í þráðlausri hleðslu. Það er svona tíkarlageymsla hérna sýnst mér. Og hérna er geymsluhólf, hérna undir er alveg flenni stórt geymsluhólf sem að má
stækka með því að taka úr hérna á. Þetta er alveg risastórt. Þetta er bara kjallari í þessu líka. Svo erum við hérna með hanskahólf hérna, virkilega stórt. Allt hérna í þessum bíl er svona virkilega smart. Þetta er svona burstastálsáferð hérna, mjög solid og svona, já, hvað á ég að segja? Þetta eru svona elegant litir hérna saman. Sætin í honum virkilega fallið, það er svona pleður hérna, sikkur megin við. Og svo í miðjunni þá höfum við þetta flotta tauáklæði sem hægt er að fá leður líka í dýrari típunum. Og það er ekki annað hægt að segja en að nú erum við hérna í miðborg Reykjavíkur og við erum að aka hérna þröngar götur og hann er afskaplega þægilegur, frábær í stýrinu þessi bíl. Og svona fyrstu kynni, þau veita mér þá upplifun að mér finnst þetta vera virkilega afslappaður bíll í akstri.